með hvað satt og hvað logið í þessum sögum, að þá tala menn stundum þetta í sömu andra og Íslendingasögur. Þeir halda að það sem Kolskeggur og Gunnar riðu niður með Rangá, að þeir spyrja sig það rétt og það satt hvað þeir sögðu hvor við annan. Þá verður menn að athuga það að þetta er skrifað 250 árum eftir að þetta átt að hafa gerst, sko, eða kannski 300 árum. En hins vegar með það sem sett í Sturlungu, þetta eru samtíma atburðir og þeir sem segja frá voru samtímamenn og ykkur leyti áheyrendur. Hins vegar, hvað að geta þeir ekki hafa logið þetta allt saman og laga þetta sínum sögum? Við höfum öll gert það í þeirra sporum, sko. Við þekkjum öll sögur úr fjölskyldudeilum til dæmis. Þú hittir systur og mákonu og þeir að segja sömu söguna það hvernig fór með hitt og þetta. En það er algjörlega sitt sjónarhornið og algjörlega val þess sem segir hver er vondi aðilinn í sögunum, hver er góði. Svoleiðis að ég ætla að vera alltaf að skoða þetta þannig að Sturla Þórðarson er að segja þá sögu sem að hann vill segja. Og mér er svolítið merkilegt að sumir af okkur bestu fræðimenn eins og Sigurður Nordal skrifaði heila bók um Snorra Sturluson. Það sem hann vitnar í ykkur orð sem að Snorri segir niður í kjallara þegar ykkur morðingjar er að fara að drepa hann og leggur út af því hvernig karakter hann var. Hver vissi þetta? Hver sagði honum þetta? Ég meina Sturla Þórðarson skrifaði söguna, hann var ekki þarna. Hvernig voru þarna? Það var Árni Beiskur og ykkur morðingjar. Og ég meina, hvað segja þeir? Svoleiðis að við vitum ekki alveg hvað er satt og logið, hins vegar vitum við að í stórum dráttum þá gerðust atburðirnir eins og sagt það frá. En varðandi sannleiks gildi þessar sagna, þá finnst mér það ekkert gaman að vera að stúdera Íslendingasögur og Sturlungu nema trúi fyrir einasta orði sem stendur í þeim. Og það er algjörlega tilgangslítið að vera að setja upp einhver fræðimannsglerugu og segja þetta getur ekki að skeð og þetta getur ekki að skeð og maður verður bara að ganga inn í þetta og trúa þessu og þetta er frændur manns og vinir og setja sjálfans í þessar aðstæður. Og það er það sem er svo heillandi við Íslendingasögurnar að þær eru svo samgrónar og stór hluti af Íslandi og íslenskri náttúru og öllu sem er hér og það er svo gaman að því að ferðast um landið sem áhugamaður Íslendingasögur og ég er til þess búin að fara að Höskuldsstöðum í Laxárdal og kíkt fyrir barðið einmitt þar sem að Höskuldur Dalakotsson stóð þegar hann uppgötvaði það að Melkorka var ekki mállaus. Og það er að fara þetta barðinu og kíkja fyrir barðið og sér maður upp með hlíðinni og þar liða lækur og þá sagði gætinn sem var með okkur eða leiðsögumar að það var einmitt þarna sem að Höskuldur stóð og Melkorka stóð sennilega þarna og ég er búin að fara á staðinn þar sem að Gísli Súrsson var og því og það er mjög gaman þessu og maður verður eitthvað að ganga inn í þetta með þessum opna huga og ég fór eins og í Njáluferð austur á land sem var mjög skemmtileg og það var fullur út af fólki og við keyrum þarna austur og keyrum síðan upp með Markafljóti og þar fara allir út og leiðsögumaðurinn hann tekur okkur að réttast við stöndum Markafljót og við sjáum upp í fljótshlíðina, sjáum heim að Hlíðarenda og hann segir, nú verður bara ímynd ykkur það að hér erum við og við sjáum þennan atburð gerast, við sjáum hérna fljótið og þeir eru að koma þarna niður hlíðina, þarna koma þeir, sjáu þið, það eru Kári og það eru þeir Njálssynir sem koma þarna og þarna sennilega stendur Þráinn Sigfússon með sína menn, þarna já, og svo koma þeir hérna og sjáu þið þarna steinin þarna hinum megin. Það er sennilega þar sem að Skarphéðinn stoppaði og batt skóþeg sinn. Og síðan hleypur hann frá steininum þarna, sjáu þið, og þarna að ánni, þar sem að brýtur þarna á barðinu, sjáu þið,
og þar stekkur hann og hann flýgur hér yfir, kemur hér niður, drepur þráinn og þarna gerðist það. Og upp eru dregnar 50 myndavélar. Allir taka mynd af þessum stað, þar sem að þráinn deyr. Og þetta er mjög merkilegt, því að svo fer ég heim með myndina og var mjög ánægður. Og svo hitti ég fyrir vin minn Tóma Túlinin, sem veit íslensku sagna sérfræðingur. Ég er að segja hann þetta, sína hann myndina og hann segir, mikið djöfull er þetta merkilegt að þú skulle vera að sína mér þessa mynd. Og ég segja fyrir, já því að það vita það allir að Markarfljót hefur gjörbreytt árfarvegi sín á þessum 1000 árum sem verið liðin. Þeir hafi bara runnið til og frá þessum sandaðum. Já, segir þetta er merkilegt og svo vill svo til að hvernig hitti ég bara leiðsögumann, Magnús Jónsson, sagnfræðing. Og ég segi, Magnús, þetta er merkilegt. Hann sagði mér að Torfi, hann var að segja þetta, sko að Markarfljót hefði gjörbreytt árfarvegi sínum, en við sáum þetta í gær. Og þá sagði hann, já, hann er gáfaður maður að Torfi og mjög skýrnugur, og þetta er alveg rétt hjá honum, að Markarfljót hefur gjörbreytt árfarvegi sínum í gegnum aldirnar, en bara ekki á þessum stað. Og þar með er eina máli leyst. Það þarf ekki að orðurleggja það fyrir. Ég er rétt að bæta við þetta að Óttar sagði þarna allt sem ég vildi sagt hafa það að Íslendingasögurnar eru náttúrulega sögulega skáldsögur. Að persónur Íslendingasagna voru að sjálfsögðu örugglega mestuleyti uppi ykkur tíma og voru til. Og þetta byggir til dæmis á því að við vorum með samfélag á þjóðveldisöld sem var án ritara heimilda og eitthvað þurftu menn að kunna. Það er að segja, það sem menn kunnu og þurftu að læra utan það var annars vegar voru lögin. Til þess voru menn settir sem að kunna segja fram lögin og lögsögumenn og þá höfðu menn lögin, það menn kunnu þetta utanbókar. Þú varst ekki með skriflegar heimildir, þú varst með þetta. Hitt sem menn þurftu að kunna til þess að væri ykkur regla í samfélaginu var hver nam land hvar. Vegna þess að tilkall fólks fimm kynslóðum seinna þegar komið fram á 11. og 12. öld, 5, 6, 7 kynslóðum seinna var náttúrulega til valda, virðingar og búseturéttar og hvers sem var, landamerkja og hvers sem var, byggði á því hver hafði verið þínir forfeður. Og þetta er að fyrsta sem þú lærir, hér nam þessi maður land og síðan kemur barnabarn og svo framvegis. Þetta kunnum menn. Síðan náttúrulega fara menn að reyna að gera sögu sinna forfeðra því merkilegri sem lengra líður. Og þannig til dæmis lögðu Sturlungar mikla áherslu á það að Snorri goði, þeir fóru með Snorrungagoður og afkomendur hans, eins og segir í Eyrbyggju, að hann hafi verið einhver aðal kall á svæðinu. Og yfir þetta í glittklæðum og í Kristnisögu og Njálssögu og Grettisögu og Eyrbyggjarsögu og Gíslasögu og svo framvegis Gunnlaugssögu, þá kemur alltaf þessi Snorri goði og segir eitthvað merkilegt. Öðru máli gegnir Sturlungaöldina. Þetta er saga menn sem voru uppi á sama tíma og sá sem skrifaði söguna. Menn sem hann þekkti og umgekkst. Þess vegna getur okkur rétt eins og Óttar er svo stoltur af því að þetta eru frændur hans og afar og svo framvegis. Þá verða þetta vinir okkar. Og við erum ekki að lesa fólk sem var uppi fyrir 250 árum og kannski veist bara nafnið og þetta fabúlur eitthvað hvernig sátu á alþingi í glittklæðum og sögðu eitthvað merkilegt. Það er verið að tala fólk sem er samtímafólk, rétt eins og við erum hér öll. Og ég fattaði það þegar ég var dottinn ofan í þessi fræði fyrir eitthvað 20-30 árum. Þá kom ég í boð
hjá Sigurði A. Magnúsinni heitnum. Ég man ekki hvort hann var að gifta sig í 9. sinni eða verða 70. En allavega, Ekki bæði bara. líklega hvort ekki. Þetta svona í stórum sal og þetta stórt og mikið boð og þá eins og gengur og gerst. Ég man núna árið. Þetta 1997 vegna þess að þá gaf Thor Vilhjálmsson út bókina Möskvar morgundagsins, þar sem Sturla Sighvatsson er aðalpersónan. Og allt inn ég lendur eins og alltaf í svona boðum. Þetta 100 manna boð, það var svona 5 sérvitringar sem standa saman, hafa einhvern veginn sogast saman. Þetta eru Sturlungum mennirnir. Og einn segir, nú Thor Vilhjálmsson vist búinn að skrifa bók Sturlu Sighvatsson. Og einhverjir 2 aðrir koma með mjög mismunandi útgáfur af karaktereinkennum Sturlu. Annar var hlynntur honum, hinn ekki. Til þess að reyna að höggva á hnútinn, þá sagði ég, sem var svona svolítið byrjandi í fræðunum, mér fannst nú alltaf Þórður bróðir hans Kakaleið miklu merkilegri. Þá verður þögn, því að menn þurfa að melta þetta, og þarna var Þorsteinn frá Hamri heitinn. Hann segir eftir dálitla þögn, eftir því sem ég lifi lengur og ég kynnist þessu fólki meir, því betur fellur mér við Gissur. Takk fyrir mig.